Buenas tardes a todos. Y nos felicitamos a nosotros mismos por esta bendición que Dios nos ha dado. Una bendición muy grande. Es una bendición muy grande la que Dios nos ha dado el día de hoy, y sobre todo para los hermanos y las hermanas que se van a congregar aquí en este templo. Og þó að djöfullinn hafi reynt að vera á móti af því þessi staður hefur verið tilbúin í meira en 8 mánuðir en djöfullinn vildi ekki leyfa með leyfin og allt sem við þurftum til þess að byrja að óbreyta. Og við erum hér og mér langar líka að segja til hamingju til þeirra sem eru að fara að safna saman hér á þessum stað. Guð blessi ykkur öll og ég held að það eru mjög fáir kannski að þeir sem eru að fara að safna saman hér. Ég veit ekki hvort ég vilji rétt upp hönd sem eru að fara að safna saman hér á þessari kirkju, sem eru sem sagt frá þessari kirkju. Til hamingju ykkur öll og því ég eftir að vera að njóta frá þessum stað, stórkostlegan stað sem að Guð hefur gefið og hann hefur uppfyllt loforðin frá því að kirkjan í Las Vegas var opið sem að fyrsta opin kirkja, eða fyrsta eignina sem við áttum, og Guð sagði þá að þaðan í frá myndu mjög mikið að kirkjum vera byggðar og opnar. Og það var þannig að við erum byrjuð að sjá þetta og þetta mun gerast þangað til að Jesús Kristur kemur aftur að sækja okkur og Guð mun leyfa öllum þessum stöðum til þess að lofa nafn sitt og við viljum að það verði þannig og Guð leyfi það og takk og bara alveg eins og þið er ég mjög ánægð. Alveg eins og þið er ég mjög ánægð og mér langar líka að heilsa upp á ykkur með mikilli ást og við heilsa upp á öllum sem hafa komið frá mismunandi kirkjum eða mismunandi stöðum frá Kólumbíu og líka frá útlöndum. Mér langar að heilsa upp á ykkur öll, Guð blessi ykkur. Og hér núna ætlum við að njóta því við ætlum að lofa Drottnin og við ætlum að gefa Guði dyrðina og þakka honum fyrir þennan stað. Takk kærlega og við ætlum að syngja aftur lofsöng sem heitir Velkomin. Við ætlum að syngja það aftur. Og við ætlum að syngja því við erum hér velkomin og við segjum við Guð, velkomin verð þú og Guð daginn í dag. Bienvenido, Señor, el día de hoy con nosotros. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver nuestra
sé okkar Guði. Gracias a nuestro Þökk sé Dios. okkar Guði, þökk Gracias sé a nuestro Drottinn. Dios. Gracias Heiðurinn al sé Señor. fyrir okkar Guð La daginn í dag. honra para nuestro Dýrðin Dios el día og de hoy. heiðurinn sé La fyrir hann. gloria y las alabanzas. Bueno, Guð Dios les blessi ykkur bendiga, öll og ég hermanos. verð með En ykkur unos aftur eftir minutos con nokkrar ustedes mínútur. estaré de nuevo. Gracias. Dýrðina sé fyrir Guð. Bueno, la gloria sea para Dios. Og í dag erum við mjög stóra Hoy viðburð. es un magno evento, ¿no es así, Og hermanos? við sem börn Guðs erum sem skreitingar hér. Pero sobre todo, alguien muy Og especial para todos systir María nosotros Luisa y er hér para líka Dios, með okkur sem er como es nuestra mjög hermana mikilvæg Kate. aðila fyrir Guð. Eso, ¿qué tal si? Og í dag Hoy la verdad que langar mér að segja bara hversu fallegur qué þennan hermoso stað este er. lugar, ¿no es así, hermanos? Staður þar sem að börnin Guðs Pues de los hijos koma de Dios hér til þess að leita að Guði og aquí þið öll og a við buscar öll de sem erum Dios. hér í dag Y ætlum todos að ustedes, y muna todos nosotros que að estamos hoy Guð aquí, vamos a gerði recordar loforði systir María Luísu og að við erum öll hér í dag ánægð að því við erum hlut af þessari blessun og við munum geta sagt við næstu kynslóðina að Guð er til og hann uppfyllir loforðin sín. Systir, takk, í nafn alla kirkjuna, takk systir, þetta er fyrir þig. Gracias, hermana. Esto es por usted, hermana. Guð blessi ykkur öll, bræður og systur og dýr sé Guði fyrir þennan stórkostlega blessun. Takk og Guð fyrir að vera svona góður og fallegur við okkur. Við elskum þig og viljum gefa þér dýrðina. Við viljum óska systur María Luisa til hamingju fyrir þann stuðning sem að Guð hefur gefið þér til þess að geta keypt svona fasteign fyrir kirkjuna og við viljum gefa henni klapp fyrir stuðningin sem að Guð hefur gefið henni vegna hjarta hennar. Og við viljum líka gefa viðurkenningu fyrir bróðurinn Luis Eduardo Moreno fyrir stuðningin sem að Guð er að gefa honum og fyrir hjarta hans. Þið megið fá ykkur sæti og við ætlum að heilsa fljótlega upp á prestarnir sem eru hér innanlands. Við náum ekki kannski að fara yfir alla en komiði með eiginkonunum ykkar. Allir sem eru hér frá mismunandi fylgjum hér. Verið velkomin, þið koma frá Amazon alla leið til Vichada sem er San Andrés eyjan. Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Huila, Chocó, Cesar, Popayán, Casanar, Caquetá, Caldas og allir sem sagt öll fylki eru hér, verið velkomin, bræður. Og í dag var búin að bjóða prestarnir frá Bogotá að vera hér, þeir eru hér ásamt eiginkonunum sínum. Og já, við klöppum fyrir ykkur, þar eru 25 kirkjur í Bogotá, það eru cirka 100 þjónustur á viku og fyrir hverja þjónustu erum við með mismunandi prestur og Guð blessi ykkur öll fyrir stuðningin og fyrir að leggja ykkur fram. Við ætlum líka að heilsa upp á bræðrinum sem að koma frá útlöndum, þið megið standa ykkur, þeir eru cirka 32 manns, þeir sem að koma fyrir utan Kólu, við megið standa upp, við elskum ykkur og við erum mjög spennt að því við erum með ykkur hér og við erum mjög ánægð. Koma frá Þýskalandi, Ástralíu, Kanada, við skulum bara nefna þau bróðir Andrés, frá Þýskalandi, Kanada, frá Austurríki, Spáni, Bandaríkjunum, Ítalíu, Japan, Lundur, Mexíkó, Panama, Rúmeníu, Svíþjóð og Venesúelu. Þannig að við skulum gefa þeim gott klapp. Við erum með mjög gott fólk hérna með okkur og við finnum fyrir stuðningin og við sjáum hversu stórkostlega kirkjan er að verða. Og líka frá kirkjunar hér í Bogotá. Við þurftum að
að bjóða bara bræðurnum sem að voru nálægt þessu svæði að það var allt of mikið að kirkjum og fólki. Við ætlum að nefna aðeins bræðurnar sem er komað frá kirkjunar sem eru nálægt. Kirkjan í Suba, það eru 4 kirkjur þar. Gott klapp fyrir ykkur. Allt þetta svæði tilheyrir Suba hér í Bogotá og allir sem eru kirkjas, hver koma frá Ferias. Gott klapp fyrir þau. Það var fyrsta eignin eða fyrsta kirkjan, þar sem að kirkjan var opnuð hér í Kólumbíu. Skulum gefa öllum gott klapp sem að koma þaðan. Bræðurnir frá Engativá. Bræðurnir frá Engativá, þið skuli koma hér. Það er mjög fallega að sjá ykkur. Bræðurnir frá Calle 80, þið sem eru að koma þaðan, gefi gott klapp. Þau sem kom frá Santander, hvar eru þið? Það er næst elst kirkja sem að byrja hér í Bogotá. Gott klapp fyrir ykkur öll í Santander. Við reyndum að bjóða bræðrum og systrum sem að höfðu verið hér lengur en 30 ári kirkjuna. Og hér eru þau ennþá að þjóna Guði og ánægð með Guði. Og hver eru verðlaunin? Að vera hér. Guð gaf ykkur þennan verðlaun. Guð dyr sé Guði. Þetta eru loforðin hans Guðs. Kirkjan í Orquídeas. Þið eru þarna upp. Mjög gott klapp handa ykkur. Guð bless ykkur öll. Og hvar eru bræðurnir úr Prado sem er þessi kirkja? Þið eru svolítið mörg, já. Hvar eru börn Guðs? Réttu upp hönd, já. Ánægð. Er það ekki, bræður og systur? Guð blessi ykkur og dyr sé Guði. Ok, bræður, við ætlum að kynna. Ég held að við séum fyrst að fara að syngja. Syngja lofsöng til Guðs. Hversu fallegt, og ég held að við viljum öll syngja. Þannig að við ætlum að halda fram að sitja. Og við ætlum að syngja lofsöng 115 sem bera titli Jesús er allt fyrir mig. Og við ætlum að hugsa Guð, að íhuga Guð, að syngja og að finna fyrir hans viðveru í okkar hjarta. Y a sentir la presencia de Dios en nuestros corazones.
nafni Guð. Alabado el nombre del Señor. Dyr sé Guði. Gloria a nuestro Dios. Og við skulum gefa ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso a la orquesta y a nuestros Þeir cantantes? eru flestir La gran mayoría de ellos son pastores. sem þjóna Guði með andlegum gjöfum Le líka. sirven a Dios Það er también eitthvað con sem los er mjög dones. fallegt. Es algo muy Og lindo. ég glemdi En að el nefna listado líka se me frá olvidó Kína. mencionar que Það también nos er acompaña presturinn sem de la er í China. presturinn De í la China viene el hermano, Shanghai. el pastor de Er la hér. iglesia en Shanghai y también visita Hong Kong. Við También. má standa Bienvenido. upp, bróðir. Rivera, que se ponga de pie, por favor. Og við Hecho skulum una gefa labor honum muy gott linda allá en klapp. China. Felicitaciones, hermano. Fuerte Hann aplauso para el fann hermano. Se mjög consiguió ahora un góður templo stað para fyrir la kirkjan iglesia þar í allá Shanghai. en Shanghai. Dios Og lo bendiga, nú, hermano. Bien, hermanos, vamos a nú ætlum við darle að gefa viðurkenningu. reconocimiento. Claro que sí, Viðurkenningu reconocimiento a una á labor verkefni, que se viene haciendo að þjónustu muy sem bien að y lo það quiero þarf að presentar. viðurkenna. Hermano Bróðir César Moreno. César Moreno ásamt konuna Hermano sína. César Eduardo Moreno, por Con su favor. esposa. Nuestra hermana Ángela Oviedo, por favor, hermana. Bróðir César Eduardo Moreno Tu hermano César Eduardo Moreno es el administrador mundial de sá la sem iglesia. að hann svona rekstrarstjóri við heimi fyrir kirkjuna og hann hefur gert mjög gott verkefni. Góðan daginn, bræður systur. Hversu fallegt það er. Hversu fallegt að sjá þennan stað. Hversu stórkostleg blessun. Og heiðurinn á mamma mín það, systir María Luisa, hún á allan heiðurinn á þessu. Bræður og systur, þetta er lofur frá heilögum anda frá mörgum árum að þegar ég var lítill, Guð talaði við mig kirkjan og hversu mikið kirkja myndi stækka, en maður náði ekki að ímynda sér. Maður náði ekki að ímynda sér í raun og veru. Ímyndun mín gat ekki farið svona langt og þetta er eitthvað sem er sannarlega, eitthvað sem sjokkar manni. Við verðum alveg hissa og ég vil þakka Guð því hann hefur uppfyllt loforðin sínu. Bræður og systur, það er mín ánægja að sjá hvernig kirkjan hefur stækkað og við vitum öll að í Kólumbíu og við heimi höfum við verið að kenna orðið um allt og mamma mín er alltaf að ferðast og við erum að reyna að byggja kirkjurnar fljótt svo hún gæti komið að heimsækja þegar við opnum nýjar kirkjur. Það er trikkið. Hún kom í gær og hún er hér í dag og fer síðan á morgun. Þannig að þið sjáu. Hún er alltaf að ferðast og eftir 3 ár þá erum við á áætla 3 kirkjur og við erum að skipuleggja fleiri kirkjur hér í Kólumbíu af því systir mín Perla og bróðir minn Óskar tóku hana til sín. Mamma mín sagði alltaf að hún sagði, þegar ég fæ ríkisfangið í Bandaríkjunum þá skal ég koma aftur til landsins og búa hér, en ég held að hún hafi gleymt því. Hún hafi gleymt þessari loforð. En þó hún sé ekki hér alltaf, erum við mjög ánægð. Því ég veit að hún er mjög ánægð þar sem hún er. Þar sem hún er lífið aðeins auðveldara. Hér er djöfullinn alltaf að koma á móti okkur og gera lífið ómögulegt og það er alltaf eitthvað nýtt að koma upp. Þó það sé eitthvað tengt byggingunum. Eins og til dæmis hér, kirkjan var tilbúin fyrir 8 mánuðum og það vantaði bara rafmagnið. Og verfræðingurinn sagði það eru 15 dagar að mestu leyti í mánuð og djöfullinn reyndi að stöðva þetta en við unnum baráttunni loksins á endanum með hjálp margra bræðra sem eru hér. Og í lok höfum við fengið sigurinn á baráttunni eins og alltaf og djöfullinn hann reynir að gera okkur dapurt en í okkar hjarta erum við með þeirri von að hann mun alltaf uppfylla orðið sitt. Og til dæmis í Chía
Opnum við kirkjan þar líka fyrir cirka 2 mánuðum. Veit ekki hvort að þið séu kannski með á nótunum þar, en leyfi þar til þess að byggja tekur frá 1 til 3 mánuða. Það tók okkur 4 ár. Djöfullinn vildi ekki kirkjan í Chía, sem er borg sem er 30 mínútur frá Bogota, en þessi kirkja var mjög falleg og mamma mig gat komið í opnu kirkjarinnar og kirkjan er mjög falleg þar og svona gerist þetta allt víða í Kólumbíu. Nú eigum við fasteignir, við eigum cirka 78 fasteignir hér í Kólumbíu. Og hér í Bogota erum við að byggja 12. Við erum einnig að byggja Ég man líka eftir að þessari lóð, þegar við keyptum lóðina, fermetrinn hér er mjög dýr og þeim langaði að gera einhverju 4 eða 5 byggingar með 40 eða 50 hæð og við keyptum þennan lóð og bróðurinn sem að hjálpaði mér að kaupa okkur byrjaði að liða svolítið illa því við eyddum mjög mikið af peningum með þessari lóð og árið eftir var okkur gefið tilboð fyrir 2-falt af þessum peningin og ég talaði með mömmu og hún sagði nei, ég vil að kirkjan verði þar og þökk sé Guði, hér nú kirkja á þessum fallegu stað. Bræður og systur og stuðningin sem að Guð gefur mömmu mína. Við byrjuðum fyrir nokkrum árum og ég talaði við verkfræðinginn þar, við byrjuðum að leita að lóðirnar fyrir Chapinero sem þar er erfitt og við fundum þar stað sem að við ætlum að eyðileggja íbúðirnar sem að voru í blokkinni og við bjuggum til svona lítil svæði þar sem allir gætu byrjað að koma saman og þegar við ætlum að opna kirkjuna tókum við eftir því að svæði var orðið hættulegt og bróðurinn Andrés sagði okkur frá því og við vorum svona aðeins að hugsa og þá ég sagði þá hættum að byggja, við ætlum aðeins að bíða, sjá hvort að Guð hreinsi þennan stað, við vorum frekar hrædd út af það var svolítið slæmt í kringum og nokkrum mánuðir eftir kom mamma mín að heimsækja og við sögðum henni frá þessum staði, við fórum með henni þar að kíkja á staði, hún var mjög hrifin og við sögðum henni frá vandamálum sem voru í kringum og hún sagði nei, opniði kirkjan núna, byrjiði bara þessu núna og bræður og systur í dag hefur kirkjan stækkað svo mikið að það er orðið fullt af sem að við gerðum. Ég man ekki hversu margir komast inni. 800. Ég held að það eru 799. En bræður, kirkjan hefur verið að stækka og allt sem er í kringum kirkjuna hefur verið að hreinsast og bæjarstjórinn er hrifinn af því, hvar sem að kirkjan breytist svæðið, það breytist allt á þessu svæði, þannig að hann er mjög ánægður með okkur. Og eins og ég var að segja ykkur, í útlöndum, þar erum við líka með cirka 25 fasteignir sem að við eigum, þannig að við sjáum stuðningin frá Guði sem hann gefur systur María Luisa. Eins og stendur í Biblíunni, við munum þekkja þau fyrir ávextur sem þau gefa. Það er það sem að Guð segir.
bræður og systur, ég kannski með margt sem maður langar að segja og það voru tveir stóri hópur sem að glemtist að nefna sem styrktarfélaginu. Styrktarfélagi María Luisa Moreno og líka vantaði að tala bræðurnir frá Míra. Þau sem að ég vil þakka bræðurnir sem að hafa gefið okkur miklum stuðning. Ég vil þakka ykkur kærlega og bróðurinn Carlos Alberto líka fyrir hans vinnu og blessanir sem að Guð hefur gefið honum. Og þetta eru öll loforðin frá Guði. Takk kærlega bræður og systur og Guð blessi ykkur öll. Bróður César, takk fyrir. Guð blessi þig. Og systir Ángela Oviedo sem varaforstjórinn kirkjarinnar, hún gerir mjög stórkostlega verkir með kirkjuna. Góðan daginn bræður. Hversu ánægjulegt að sjá þennan stað, svo fallegt, þennan kastala. Það voru mjög mikið erfiðum stundum en þökk sé Guði kirkjan hér í dag. Ég ætla aðeins að lesa frá hlutir sem við gáfum út með styrktarfélaginu í Kólumbíu. 300 cirka í Bolívíu, í Kanada 71.000, í Chile 99.568, í Spáni 14.287, í Sviss 2.030, í Peru 96.879, í Panama 29.745, á Englandi 23.988, í Ekvador 37.404, í Mexíkó 78.363 og þetta hjálpina, allt sem við gáfum í gegnum hjálp. Frá 2012 til 2018 við höfum byggt 6 skólar þar sem að meira en 1.000 börn fá að nýta frá þessu í Antipachá, þar sem að systir María Luisa fæddist, erum við að byggja skóla fyrir meira en 300 börn. Í Líbanu styrktarfélagið að fara að byggja sem sagt iðnaðarverkstæði sem að komun hjálpa 640 nema og einnig ætlum við að endurbyggja þann stað. En það sem fallegt við þetta að bróðir Luis Moreno, hann fór í þessum skóla þegar hann var ungur. Og þetta hefur verið mjög fallegt. Þetta hefur snert hjartað okkar, það mjög mikið af fólki sem ánægð og mér langar að þakka til læknanna. Amanecer Médico sem læknasetri sem hefur verið mjög hjálpandi við okkur öll. Þau hafa gefið okkur cirka 600 hjólastóla. Takk ykkur fyrir það. Og stafir og mjög mikið af hlutum sem að fólk hefur getað notið, fólk sem að fara að vera hjólastólum sem að þurftu að leigja mánaðarlega til þess að geta nota hjólastólinn. Í dag þökk sé Amanecer Médico læknasetrið þurfa þau ekki lengur að leigja þessa stóla. Þetta hefur verið mjög fallegt og bróðurinn Jesse, ég vil þakka þér og allan hópurinn að því þau sem gefa okkur ráðleggingar með teikningarnar og skólar og við viljum þakka þeim.
og þau sem að gefa okkur matinn og allir. Því standið upp núna, því allir sem að gefið okkur í dag eru hér. Við ætlum að klappa fyrir þau. Takk fyrir. Takk fyrir þennan hjarta, fyrir að vilja styðja okkur. Styðja og vilja styðja Systir María Luisa og allir sem að þurfa því að halda. Okkar læknar standiðu upp. Takk að því þökk sé ykkur. 90, við höfum getað gert 90 ráðstefnur eða 90 hópar þar sem við förum að hjálpa fólki sem að fara að því að halda. Og þetta bara hluti af því. Þetta bara hluti af þeim læknum sem að hjálpa okkur, sem að styðja styrktarfélaginu. Þökk sé ykkur, við höfum getað gert 90 heimsóknir við landið á þessum árum og dýr sé Guði stuðningin frá Systir María Luisa hefur verið stórkostleg. Þið hafið getað séð töluna bara frá þessu ári og nú ætla ég að skilja ykkur eftir af því það svo margt sem að gerist en ég veit að tíminn líður og þið viljið hlusta á fleiri vitnisburði. Guð blessi ykkur öll, dýr sé Guði og takk fyrir Systir Angela. Og bróðir César, Guð blessi ykkur öll. Nú ætlum við að kynna fyrir ykkur bræðurnir sem eru að sjá kirkjunni í Bandaríkjunum. Og Systir María Luisa hefur gert stórkostleg verki. Það í Bandaríkjunum og síðst í Berlín. Góðan daginn, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Ég mjög ánægð. Hversu sérstaklegur dagur og ég þakka Guði. Ég vil þakka Guði því hann leyfði mér að koma hér að njóta með ykkur frá þessari stórkostlega blessun og sjá hvernig loforðin hans komu sig. Og við erum blessaðir og við erum með forréttindi að hlusta morði hans Guðs og hann talaði við okkur hvernig kirkjan var að stækka við heiminn og að þeirri stund þegar við vorum svo ung við ímyndum okkur ekki svona mikið og það mjög fallegt að sjá hvernig kirkjan stækkar og að sjá stuðningin á bakvið og ég þakka fyrir bræðurnir minnir og fyrir foreldrana mína, fyrir hjarta sem þið höfðu, fyrir þessum hreinum hjörtum. Mikrofónin titrast. Og þessi hjarta, þökk sé þeim erum við að njóta frá þessum blessunum í dag og þess vegna langar mig að þakka Guði. Í Bandaríkjunum höfum við séð stuðningin og hvernig að þau er stækkað mikið síðan að mamma mín það. Það eru 105 kirkjur þar, 11 fasteignir og fyrir stuttu síðan voru 3 opnaðir. Það mjög fallegt að sjá blessanir frá Guði, svona stórar blessanir frá Guði í svona stuttan tíma. Og þetta var hlutur af þeim loforðum sem að Guð gerði við mömmu minni að við myndum kaupa aðrar kirkjur og það það sem við höfum upplifað í dag og við viljum þakka Guði og gefa honum dyrðina fyrir þetta. Guð blessi ykkur öll bræður og systur. Takk, systir Perla, falleg orð og falleg skilaboð. Núna kemur bróðurinn okkar Óskar. Bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Hversu stórkostleg blessun og hversu mikil ánægja að vera hér með ykkur í dag. Hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición, qué felicidad estar aquí con ustedes. Við fengum mjög stórkostleg blessun þegar við byrjuðum í Bandaríkjunum. Ég veit að það mjög erfitt, við erum ekki með menningin, við erum ekki með tungumálið, við erum ekki með margt, þetta sé systirinn, eins og César sagði, eins og þegar hann sagði, þegar þau spyrja hana hvernig finnst þér þessari kirkju og hún segir já, þá þarf að kaupa það, því Guð á eftir að blessa þann stað og svona gerast hlutirnir. Og mér langaði líka að viðurkenna
Og það eru margir sem að segja að það svo fínt fyrir systirinn að ferðast alltaf. En við opnum 3 kirkjur og hún þurfti að opna allar 3 kirkjur og vera í bíblíukennslu í 3 tímar og ferðast í 2 tíma og fara síðan aftur í bíblíukennslu nokkra klukkutíma. Og ég spurði henni alltaf, vertu þreytt? Og hún sagði nei, þetta bara mín ánægja að þjóna Guði. Og hún var nýkomin frá Paragvæ og Bolívíu og hún misti af fluginu. Hún misti af fluginu því það var snjóstormur. Og hvað gerði hún? Hún vaknaði mjög snemma til þess að geta verið að mæta hér á staðnum. Þannig að hún þreytist ekki og við þurfum að biðja Guð að gefa okkur þann vilja að vera alltaf að þjóna sér. Guð blessi ykkur öll og hversu stórkostleg blessun. Þér sé Guði. Blessaður er Guð. Almáttugur og valdamikill. Við ætlum að taka á móti 2 öðrum sem að hafa líka margt að gera með allar blessanir og allt sem að hefur verið í kirkjuna. Þau hafa sýnt Guði mikla virðingu og það eru sem sagt bróðir okkar Darío Falcón og systir okkar Beatriz Pirakivi og endilega komið hér fram. Góðan daginn fyrir alla, Guð blessi ykkur öll. Hversu mikil ánægja að sjá allt þetta fallega. Og því að heilagur Andinn sagði við okkur að það væru að fara að vera margar kirkjur víða heiminn og hér í Kólumbíu munu kirkjurnar vera allstaðar. Og ég sé það í dag hér að Guð að uppfylla loforðin sín með þessari blessun. Ekki falla og ekki leyfa ávinninum að taka allar þessar blessanir. Af því í hjartað okkur alltaf Guð og við þurfum að styðja leiðtoginn okkar sem systir María Luisa og börnin að vinna í kringum hana. Guð blessi ykkur öll og gefum Guð klapp. Bróðir Darío Falcón, gjör svo vel. Bræður og systir, góðan daginn, Guð blessi ykkur öll. Takk, bræður, og ég vil heilsa upp að öllum. Þökk sé Guði að hann snerti tvö hjarta sem trúi á Guð. Og daginn í dag erum við öll að njóta frá þessum blessunum. Takk, systir María Luisa. Sannarlega ertu stórkostleg kona, spámaður og póstur í lífið okkar. Og þökk sé Guði að við þekkjum þig hér í dag og við fáum að njóta frá öllum þessum hlutum og það mjög sagt þegar það sagt að margir hefðu viljað sjá Móses og Abraham eða hvernig Ísak var. En í dag erum við að njóta frá mjög stórkostleg leiðtogi. Þökk sé Guði. Systir María Luisa, Guð blessi þig og takk. Við ætlum að hlusta á þau sem að stáum byggingin á þessum stað, þessum stórkostlegu stað, sem bróðir Yesid Camelo og konan hans og líka bróðir Alonso. Bróðir Yesid, komið hér fram svo að þið getið tala aðeins við fólkið. Við ætlum að gefa þið gott klapp, þið hafa gert mjög stórkostleg. Og hann ætlar að gefa okkur nokkru svona upplýsingar. Bræður, góðan daginn, allir sem voru nefndir hér í dag. Hvað getið sagt við ykkur, bræður? Fyrst og fremst, þér sé Guði, allan dyrðina. Og þetta, allt þetta fallega sem að þið sjáum, væri ómögulegt án systir María Luisa og bróðir Luis ef þið hefðu ekki opnað hjarta sér til það komast. Til þess að komast á þessu og hversu fallegt þau eru andlega líka. En sus construcciones, pero sobre todo en la belleza espiritual
Og við viljum líka þakka systur María Luisa fyrir allt sem að Guð hefur kennt henni með að leiða okkur, með að vera alveg eins alltaf. Con el Espíritu Santo, de guiarnos en todo, de ser unánime en todo. Og það sem við gerum hér er að við erum sem sagt með aðalstaðurinn og þar sem að presturinn og við hliðin á því eru alltaf sem sagt klósett báðum megin fyrir kvenkinn og karlmenn og líka geymslur og skápar og allt alveg eins ef þú horfir vinstra megin eða hægra megin og við náðum þessum stað 6.400 fermetrar og við náðum að nýta allan staðinn og við ætlum að setja bara eitt skjár til þess að ná að eyða aðeins minna og þegar systirinn kom varum við með aðalskjárin og svo sagði hún og svo vorum við með við vorum með tjald og varpari og hún sagði akkur svo gæði svona léleg á þessum og ég sagði þetta varpari, þetta ekki skjár og hún sagði nei, við kaupum það besta fyrir kirkjuna, fáðu bara 3 stóra skjár. Við erum líka með loftkæli, náttúrulega loftkæli sem að sem að umhverfisvænn og líka þegar við sjáum hérna þessi ljós, þessi litli skjái, margir spurðu hvort það væri ljósin eða hvort það væri hljóðið. Þetta sem sagt, þetta loftið. Við erum alltaf að reyna að fá betri tækni af því Guð vill það besta fyrir sig og við erum að sjá þetta. Við erum með 2 kjallarar, með allan tæknin líka. Við erum líka með loftkæling þar og við leituðum að bestu tækni og líka við erum líka leituðum líka að byggja besta byggingin ef að jarðskjálfti myndi gerast. Se hizo la simulación de un sismo y todo quedó en video también para tener el registro. Viðurinn höfum við valið líka mjög sérstaklega og hvað getum við sagt? Takk systir María Luisa fyrir að treysta okkur fyrir stuðningin. ¿Qué puedo decir, hermanos? Muchas gracias, hermana María Luisa, por toda la confianza, el respaldo. He aquí de verdad. Og við erum allir saman í allt sem við gerum. Við viljum fá að njóta frá þessari gjöf sem að Guð gaf okkur með systur okkar. Verfræðingur Alonso Disfrutemos este regalo que el Dios nos dio con la hermana. Gracias, ingeniero, gracias. Ingeniero Alonso, venga para acá. Pase con su esposa y también salude. Bræður, góðan daginn. Og bara alveg svo bræður Chisit var að segja, systir María Luisa, við erum mjög spennt í dag. Síðan að systrin kom inn, var ég spenntur, ég fekk tár í augu. Af því við höfum getað eitt tíma með bróðurinn César og systir Ángela. En það eru algjör forréttindi að fá að vera með að byggja kirkjurnar. Og þegar við sjáum þennan stað, þennan fallegur stað sem að Guð hefur gefið okkur, þegar við sjáum allt þetta, þá verðum við svo spennt að við fáum tár í augun. Ég ætla að fara að gefa nokkrar tölur sem að gefa líka
okkur hugmynd sem hafa gert hér á voy a þessum pasar a stað. dar algunas cifras que el hermano Yesid no dio Þetta voru y que sem nos dan sagt, idea de la magnitud también de lo que se intervino aquí. þetta var Aquí lóð en með este lugar, como dijimos, es un 6.400 lote de fermetrar og við gerðum 6.400 tveir metros kjallarar með y 3.000 en él se fermetrar hicieron og sótanos það de eru 600 3.800 metros bílastæði cada líka. uno para casi 8.000 metros en sótanos y ocupar allí los Og til þess að búa til þessar kjallarar 382 parqueos que hemos visto que disfruta la iglesia. færðum Para hacer við esos sótanos, hermanos, se movieron 40 40.000 metros cúbicos de tierra. 40 sem sagt fermetrar af moldi líka og við þurftum að byggja allt ofan á það og allt sem að bróðurinn Yesid nefndi, það voru cirka 900 tonn af auka efni og 300 tonn af einhverja sem að sést ekki upp á loftið en sem yfir loftin. Og eins og þessi sjáu þá smá kurva í loftinu og það líka eitthvað sem að við hugsuðum úti. Þetta allt og fyrir utan að tæknið og allt sem við höfum nefnt, sem að bróðir Yesid hefur nefnt líka, endurspeglun á því hvað hjarta systir María Luisa fyrir kirkjan. Hún sem sagt vill alltaf það besta fyrir kirkjuna, hún vill það besta fyrir okkur og hún vil að við séum alltaf með allt. Þannig að við þurfum að hafa í huga, við þurfum alltaf að leita Guði alls staðar þar sem við förum og við þurfum að vera hlýðin börn og við þurfum að gera systir María Luisa og Guð okkur stolta. Guð blessi ykkur öll. Það manneskja hér sem að hjálpaði mjög mikið og það konan mín, systir Raquel, og ég vil að hún komi hér fram og segja hæ við kirkjan. Báðar systurnar hér. Systir Raquel að vinna í skrifstofu kirkjurinnar, hún fjármálastjórinn í kirkjan hér í skrifstofan og ég elska konan mjög mikið fyrir stuðningi sem hún gefur mér, fyrir ástina sem hún hefur fyrir Guð og fyrir allt sem hún gerir. Systir Raquel, gjör svo vel. Takk bræður og systur, Guð blessi ykkur öll á þessum degi. Hversu stór forréttindi að vera á þessum stað í þessari opnun sem að við vorum að bíða svo spennt eftir. Hversu fallegt af Guði að gefa okkur þennan forréttindi, að gefa okkur þessu staðir hér í jörðina. Hversu fallegt og hvernig getum við ekki njóta þessu og njóta öllu hér ef við erum hér á fyrsta himnin og við erum að njóta meira frá Guði. Ég vil bjóða ykkur velkomin, mér langar aðeins að segja ykkur smá frá skrifstofuna og systir mín Marta Cecilia Hernández, við erum frænkur systir María Luisu og við erum með þann forréttindi og við erum líka með mikið ábyrgum í skrifstofu kirkjurinnar og mér langar aðeins að kynna fyrir ykkur málið. Fyrst langar mig að þakka mér langar sem sagt að Hermano Iván Alejandro, póngase de pie, por favor. Juliana, Rocío y Javier Guerrero. Þau sem skipulögðu kirkjan hér, þið getið ekki ímyndað hversu mikið tími fór í að skipuleggja allt hér, að þið séu sestir þar sem að þið eru, að þau sem voru að koma frá útlöndum séu hér og þetta allt bara skipulagt með mikilli vinnu á bakvið og allir sem koma frá útlöndum og þau sem að koma líka frá innanlands sem koma hérðan eru hissa því við höfum boðið fyrst og fremst systir María Luisu fólk sem að hafa aldrei verið boðin í biblíukennslum eða í opnun á kirkjunum og við viljum þakka Guði fyrir þetta allt.
Mér langar að segja, bræður og systur líka, að í skrifstofu kirkjarinnar við erum með 101 starfsmenn. Skrifstofan er mjög stór, það er mjög mikið að gera og við erum að stjórna kirkjan við heiminn. Ég, eins og systir Leonor sagði, ég er félagsráðgjafi, en systir María Luisa hefur kennt mér að reka skrifstofu kirkjarinnar, hversu mikið forréttindi og hversu mikið ábyrgð, hversu mikið vinna Guð gaf okkur. Og systir mér mun örugglega segja ykkur frá hennar hlut, hún er aðalbókarinn og hún er líka lögfræðingurinn í skrifstofunni. Mér langar líka að segja ykkur að þessum stundi erum við að túlka samtímis. Það eru bræður sem að koma frá Þýskalandi, þannig að bróðurinn Camilo sem að koma þaðan líka frá Þýskalandi. Bróðurinn er að túlka í þýsku fyrir þá sem koma frá Þýskalandi og mér langar að fá ykkur til að standa upp því sem komið frá Þýskalandi. Það eru tveir sem tala ekki spænsku. Bræðurnir eru með heyrnartólin og þeir eru að hlusta á þetta allt í þýsku, þau sé bróðurinn Camilo. Og við erum líka að túlka yfir á ensku. Hverjir eru þau sem að tala ensku og eru að hlusta á túlkunin á ensku? Þið megi endilega standa upp, bræðurnir sem að tala ensku. Verið velkomin. Og manneskjan sem er að túlka er sem sagt með hljóðið. Mér langar, það er mjög spennandi að sjá hvernig kirkjan er að stækka og að vita við erum einn í Kristur og að það er engin þjóðerni hjá Krist og að tungumáli getur verið öðruvísi, að tungumálin á milli okkar og bróðurinn Kasu talar spænsku, annars hefðum við átt að líka gera að fá túlkun yfir á japansku. Bróðir Kasu, þú mátt alveg standa upp, bróðurinn frá Japan sem er presturinn í kirkjan í Tókjó. Og konan hans, systir Vilma, sem er frá Mið-Ameríku og talar spænsku, þeir eru prestarnir í kirkjan í Tókjó. Velkomin bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Bræður, í Kólumbíu erum við með 512 kirkjur. Og við heiminn erum við með önnur 423 ár kirkjur, þannig að það eru 935 kirkjur við heiminn og þar eru hópar sem eru ekki kirkjur sem að komast saman á íbúðum eða svona stöðum sem eru 115, þannig að það er að segja að það eru 1050 þar sem að allir safna saman að lofa Guði, þökk sé Guði. Af hverju segjum við þessa hluti? Af því það eru 1050 prestar og við frá skrifstofu kirkjarinnar erum við að koma saman og reyna að fylgjast með 1050 kirkjur og í Kólumbíu eru sumar kirkjur sem eru með 3 þjónustur daglega og þar eru sumar kirkjur þar sem eru 4 þjónustur daglega og fyrir hver og einasta þjónusta er einn prestur, þannig að þessari tölu margfaldast að því við erum að minnstakosti 1050 og við erum allavega að minnstakosti 1050 prestar og Guð blessi ykkur öll því þetta er mjög stór ábyrgð að vera presturinn af lömbin Guðs, þökk sé Guði og einnig mikið af þessum kirkjum eru stjórnaðir frá kirkju í Bogotá með systir María Luisa og bróðir César. Bróðurinn Camilo sagði ykkur ekki frá og hann sagði mér og honum var sagt af hverju setur ekki þennan kirkjan í keppni verkfræðingin. Þetta var mjög falleg, við viljum bjóða þér að vera með í þessari keppni að því þetta er fallegur staður og þetta alveg skilið að vera sett í bók fyrir söguna. Þetta er það fallegur staður og honum var boðið að taka þátt í einhverjum keppnum að því hann hafði þetta svo vel. Og kirkjur eins og þessar þurfa fólk
til þess að reka það, svo að þau geta virkað. Necesitan personas que los administren físicamente para que funcionen en todo. Við erum líka með verkfræðingur, hljómverkfræðingur sem hér. Personas que los administren, va a haber esas personas que van a administrar el templo. Hann hér, hann verður hér í 134 í kirkjan hér, að því hljómkerfið mismunandi, öðruvísi og öllum stöðum, þannig að hann þurfti að fara og sérfræða sig svo að þið getið öll heyrt eins og þið að gera, þannig að það er mjög mikið af smá atriðum sem að verkfræðingar þau ekki tíma til þess að segja ykkur. En bræðurnir, que los ingenieros pues, no tuvieron el tiempo de contar, que nosotros acá se nos iría toda la noche contando los detalles. Þannig að við þurfum að passa þennan stað, því þetta er fyrir okkar hag og við viljum þakka Guði systir María Luisa. Para que los cuidemos porque son para nuestro beneficio. Le damos la honra, la gloria y la alabanza del Señor. Le damos las gracias a la hermana María Luisa. Og við viljum þakka líka bróður César sem forstjórinn við heiminn. Le damos las gracias al hermano César como administrador mundial. Góðan daginn, bróður og systir. Ég ekki með eins mikið af orðum á systur minni en kannski nokkur smá atriði sem að bróður César mundi mig. Yo no soy de tantas palabras como mi hermana, pero algunos detalles de pronto que me recordaba el hermano César, que faltó que el ingeniero comentara. No solamente fue la construcción del templo, sino que también la iglesia. Þeir skipulögðu allt svo að kirkja myndi vera byggð eins og það er. La junta directiva autorizaron que se construyeran los andenes, Þeim var las sagt calles alrededor, que se pavimentaran porque eran en tierra. Entonces dieron la autorización. Þeim var sagt sem að við þurftum að biðja leyfi til þess að fá leyfi til þess að geta steypt fyrir utan kirkjan og það var stórkostlegt og við fengum leyfi eftir nokkuð tíma við fengum leyfi og við gátum byggt sem sagt við gátum þá byggt allt í bílastæðunum og allt sem að systir Rakel nefndi, cirka 1050 prestar sem að allir ásamt með trúendur, við erum allir sameinaðir með heilögum anda. Með þessari kenning sem að systir María Luisa er að kenna okkur og við öll tölum eitt tungumál andlega. Þannig að þó það sé hér og þó það sé bara hér við munum alltaf vera að tala allt sem að Guð er að gefa okkur, allt sem að Guð hefur kennt okkur þótt sé kenningarnar frá systir María Luisa og frænka og ég vil þakka þér fyrir að hafa kennt okkur fagnaðarerindi. Guð blessi ykkur öll bræður og systur. Við viljum þakka ykkur og við ætlum að halda áfram, við ætlum að syngja mjög falleg lofsöng sem er 133. Bien, vamos a continuar, vamos a cantar ahora un hermoso himno, que es el himno 133, Oh onda tan infinita. Cristo
Hversu fallegt að syngja fyrir Guð og lofa Guði. Bendito nuestro Og til Dios. að halda áfram ætlum við að taka á móti systir María Luisa sem að fara að biðja fyrir okkur og fyrir kirkjana fyrir allt. Takk sé Guði. Y para continuar este gozo también vamos a recibir a nuestra hermana María Luisa que va a orar por Takk todos nosotros. og góðan daginn, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Gloria a Dios. Við höfum verið hér að gefa allan þann tíma til Guðs og við erum ánægð fyrir þessari stórkostlega blessun sem að Guð að gefa okkur í dag og fyrir allt sem að Guð hefur gefið okkur fyrir þjónustu fyrir Guð. Við ætlum að biðja til Guðs og við ætlum að þakka Guði, og gefa Guði þennan stað svo að hann sé eigandinn að þessum staði. Og hann blessi þessum staði alltaf, svo að hann geri sig opinbera með andanum sínum og andlegu gjöfum sínum og geri undranir og kraftaverki hér á meðan og bræðurnir að safna sig saman til þess að lofa nafni Guðs. Þannig að við ætlum að biðja og við ætlum að þakka Guði fyrir þetta allt. Blessaður Faðir, valdamikill Faðir, réttlætur Faðir og alveg eins og Sólómon bað og gerði hluti fyrir þig og gaf þér kirkjan fyrir þig að gera þig opinberan og fyrir þig að hlusta. Blessaður Faðir, stórkostlegur Faðir að eilífu, réttlætur og eins og Sólómon bað til þín og gaf þér þennan stað fyrir þig að blessa það og fyrir þig að gera þig opinbera, fyrir þig að hlusta á bænir trúenda í hvert skipti sem að þau komu saman sem kirkjur. Og þú, ó Guð, þú hlustaðir á þeirra bæn og þú gafst þeim lofvörð, þú gafst Sólómon lofvörð að þú myndir vera á þessum stað að eilífu, að blessa, að gefa dýrðina, að gera því opinbera og að blessa alla sem að opnuðu hjarta þeirra fyrir þig. Þú, ó Guð, talaði við Sólómon þann stað og hann skildi að þetta væri efnisleg hús, en þú varst ekki að tala þennan musteri, heldur varstu að tala andlega musteri, kirkjan þín, þennan stórkostlega og fallega kirkja sem að 1000 árum seinna Jesús Kristur myndi koma að byggja, myndi koma að rísa upp og byggja fyrir orð þitt að rætast og fyrir loforðin þinn að rætast sem þú gerðir við Sólómon í hans bænir. Og Guð, og þess vegna í dag erum við ánægð, erum við stolt að tilheyra þinni kirkju, að tilheyra þinni sofnuður, tilheyra þessum verki, að því eins og þú sagðir, ó Guð, fyrir cirka 50 árum að þegar þú talaðir við 4 manns og þú sagðir að frá þessum litlum hóp mun ég rísa upp stóran söfnuð, mjög stór kirkja, ekki bara í Kólumbíu heldur víða heiminn, og þú hefur uppfyllt það og bænirnar og loforðin sem að þú gerðir við Sólómon eftir hans bænir þegar þú lofaðir honum að blessa musterið, að blessa kirkjuna og gera því opinbera og að þín dýrðina myndi vera á þessum stað að eilífu. Og við vitum að það kirkja, við vitum, ó Guð, að Jesú Kristur safnaði saman kirkjan og að hann lofaði að vera í kirkjuna að eilífu, og nú hafa liðið meira en 2000 ár og við erum hér fyrir framan þinni nærveru, ó Guð. Og þú, ó Guð, sem sami Guð sem þú ert í gær, í dag og að eilífu, eins og Guð valdamikil Guð sem hér á meðal okkar, og þú ert að horfa á heiminn, þú ert að horfa á mannkyninu og þú ert að horfa á börn mannkynsins, ó Guð. Þú ert í dag með okkur og við erum hér fyrir framan nærveru þína að þakka þér, ó Guð, fyrir allt sem þú hefur gert, allt þetta stórkostlega, þennan stað sem þú hefur gefið okkur til þess að koma saman, til þess að lofa nafn þitt. Og þess vegna langar mig að biðja, ó Guð, fyrir þig að gera þig opinbera hér á þessum stað og fyrir dýrðina þína að vera hér og fyrir þig að gera stórkostlega hluti og kraftaverk og fyrir allar manneskjur sem að komast hér saman fái vald heilögum andans og fái líka
andlegum gjöfum og séu konur sem að gera góða hlutina, réttu hlutina og opna hjarta fyrir dyrðina, fyrir dyrð og heiður fyrir þig. Því þess vegna bjóst okkur til, þess vegna skapaðir þú okkur, svo að við séum dyrðina fyrir þig. Blessaður sé þitt nafn, blessaðu þennan stað, blessaðu þau sem eru að koma hér á þessum staði saman til þess að lofa þér og lofa þínu nafni og að þessi staður, ó Guð, verði allir staðir, allir þessi staðir sem að þú hefur gefið, við viljum fá þessar staðir þangað til að þú kemur aftur að sækja okkur sem þín kirkja, ekki leyfa óvininum að koma hér að stela eða taka í burtu það sem að þú átt, ó Guð. Passaðu þessum stöðum, passaðu börnin þín, passaðu þau sem að safna saman og blessaðu þau með blessanir sem að þú kannt að gefa. Takk og Faðir, heilagur, takk og Drottinn í nafni Jesú Kristur þín elskaður son, dyrð og heiður séu þín. Takk, við viljum þakka þér og Guð fyrir miskunnina þína, dyrð og heiðurinn séu þín og Guð. Því megið fá ykkur sæti bræður og systur og við ætlum að lesa og fara yfir Sálm. Ég held að við erum ekki að fara að gera spurningar, heldur að lesa Sálmar 148 og við ætlum að íhuga, 48, já, og við ætlum að íhuga í Sálmar 48 og mér langar svo kannski að hlusta á einhverja vitnisburði frá bræðurnum, aðalega þau sem eru að fara að safnast hér á þessari kirkju, hér á þessum stað, að hlusta á nokkru vitnisburði frá bræðunum. Ég held að það sé kannski betra í dag. Þannig að við ætlum að lesa á þessum Sálm og við ætlum að íhuga rannsaka og svo vitnisburði. Því það hefur liðið alveg smá tíma. Ég held að sumir getur verið kannski þreyttir. Þannig að stendur í Sálmar 48. Mikill er Drottinn og mjög vegsamlegur í borg vors Guðs á sínu helga fjalli. Og hver er helga fjalli? Það er kirkja. Það er kirkja Guðs. Borg vors og helga fjalli er kirkja Guðs. Og hver er kirkja Guðs? Við erum það og hjartað okkar er kirkja Guðs. Og við erum hér sofnuð saman á musteri sem að Guð hefur gefið okkur svo að við getum verið á þægilegum stað og getum komið okkur saman til þess að gefa Guði dyrðina. Og í vers 2, þau sem að koma með biblíurnar, lesið á vers 2, vers 3 fyrir Guð. Yndisleg rís hún, gleði alls landsins, sjónarhæð, yst í norðri borg hins mikla konungs. Og dýrð sé nafni Guðs. Hversu falleg lesning er þetta? Þar sem að stendur að þetta er yndisleg reis hún, gleði alls landsins. Kirkja Guðs er sjónarhæð, yst í norðri. Að þið viti, af hverju er verið að nefna norður? Norður er verið að nefna að því að skipar, þeir eru sem sagt með tæki sem að leiðbeina þeim hvert á að fara og það bendir alltaf að norður. Þannig að það er verið að segja svo að mannkynni getur séð hvert fólk á að fara. Þess vegna er alltaf norður og norður er sem sagt eina leiðin eða er að benda á rétta leiðin og það er Jesús Kristur. Hann er að benda á okkur að þennan norður og hann er að leiðbeina okkur og hann er að leiða okkur að halda áfram að norðan. Að norðan ekki suður. Þegar við myndum þurfa þá að labba aftur tilbaka. Þannig að við erum norður og kirkjan er í norðunum og það stendur hér borg hins mikla konungs. Og ef við förum í vers 4, Guð hefur í höllum hennar kungjört sig sem vígi. Hann er okkar vígi. Hann er okkar skjól. Hann er okkar styrk. Hann verndar okkur. Hann hjálpar okkur frá óvininum. Hann hjálpar okkur að týnast ekki. Hann hjálpar okkur á slæmum degi þegar vandamál er. Hann er okkar skjól. Og stendur í vers 4, því megi lesa. Guð hefur í vers 5, því sjá, konungarnir áttu með sér stefnu, héldu fram saman.
Óðara en þeir sáu, urðu þeir agndofa, skelfdust, flýðu. Þannig að þau eru að segja, þú veist, allir konungar sáu kirkja Guðs þannig og þeir voru undraðir. Þeir skelfdust, þeir flýðu. Af því þau sáu dýrð Guðs í hans kirkja og það stendur hér að við munum sjá dýrðina. Og það stendur í Jesaja að heimurinn, að þjóðirnar þurfa að fara eftir dýrð Guðs. Og hvað er að vera í dýrð Guðs? Að fara eftir dæmi kirkjurinnar, eftir sem sagt dæmi sem að Guð hefur sett. Þegar Guð bjó til Ísraelsliðið, hann gaf þeim lög, hann gaf þeim reglur. Hann gaf þeim allt sem að Drottinn sagði við Móses. Allar þessar reglur og vitnisburðir og öll þessi lög, Guð bað honum að skrifa það og að gefa liði það. Og hvað gerðist með hinum þjóðum? Hinar þjóðirnar byrjuðu að herma eftir þessum síðum og að herma eftir þessum hlutum sem að Guð hafði kennt Móses fyrir hann að kenna Ísraelsliðið. Og þeir æfðu og þeir þurftu að æfa sig og gera vilja Guðs. Og þessi siðir og þessi reglur og lög sem að Guð gerði og gaf Ísraelsliðið voru hendir eftir af þjóðurum. Og daginn í dag sjáum við að allar þjóðir á öllum stöðum við heiminn eru með lög og ef við berum það saman eru mjög svipuð, eru eiginlega bara alveg eins. Og það er verið að herma það sem er í Biblíuna. Það er verið að herma það sem að Guð sagði við Móses að maður þyrfti að elda þessar leiðir, þessu vegum til þess að þóknast Guði. Og allar þessar þjóðir, þó að þeir væru í burtu frá Guði, þá voru þær að herma eftir þessum hlutum og þeir voru að gera þetta til þess að þókna sínum styttum og sína guða. En þeir reyndu að gera alltaf það sem eins og að stela ekki, að gera ekki slæma hluti við fólk, að standa við því sem að þau sögðu, að tala við sannleikann, því samkvæmt þeim við allt þetta myndi þau vera að þókna guðina sína. Og allt þetta þýðir eða allavega þetta hlutur að því sem að Guð segir við Jesaja að heimurinn myndi ganga með ljósið kirkjarinnar eða lið Guðs. Þannig að við erum að skína heiminum með okkar vitnisburð og þau hafa frá byrjunina lög og lögin þeirra eru mjög svipuð okkar. Þannig að og það stendur í lögum, þá sem stelur fer í fangelsi. Í sumum löndum þá sem að stelur þar þurfum að taka honum hendi eða hann þarf að fara í dauðarefsingu. Þannig að við sjáum að þetta er svona mjög svipað á milli. En við sjáum grunninn á þeim lögum sem að Guð gaf Móses fyrir mannkynið sem að allir eru að einhverju leyti að setja að verkum. Þó að fólk sé ekki þó að fólk trúi ekki alveg á Guði og fólk segir Guð er ekki til, ég trúi ekki á Guð, þó getur þessi manneskja ekki farið að drepa eða stolið af því þau vita að það eru lög í ríkinu sem að geta leitt honum í dauðarefsing eða í fangelsi. Og þetta er það sem að við köllum að vera sem sagt í skínljósins kirkjarinnar. Það er það sem að stóð að þjóðirnar myndu fara eftir það sem að kirkja Guðs, sem að Guð gaf kirkjuna sína.
Þannig að þó að fólk eigi ekki Guð, að þá gerir það svona hluti að því þau vilja uppfylla orð Guðs, að allir í mannkyninu, að allir í heiminum og það er alls ekki, þú veist, fólk það er ekki neitt til land þar sem að fólk getur drepið eða stolið eða gert slæma hluti án refsingar. Þannig að þetta eru hlutir sem eru byggð á því sem að stendur í Biblíuna. Þannig að þau eru að ganga í ljósi kirkjurinnar, í ljósi því sem að við gerum hér, og þess vegna stendur hér því sjá konungarnir áttu með sér stefnu, héldu fram saman, óðar en þeir sáu, urðu þeir agndofa, skelfdust og flýðu. Þannig að þeir heyrðu og sáu kenningin Guðs, þannig að þeir voru undraðir, þeir skelfdust og þeir flýðu. Þannig að þeir voru að fela frá andveru Guðs. Þeir voru hræddir. Og stendur, felmtur greip þá samstundis, angist sem jóðsjúka konu. Þannig að fólk hefur ekki þannig mikið frelsi, því þau eru raun og veru að fara eftir öllu líka sem að Guð hefur sett, þó að það vil ekki viðurkenna það. En sá sem að trúir á Guð, hann samþykkir og hann viðurkennir að hann trúir á Guð og hann fer eftir lög Guðs. Og í vers 8 stendur, með austavindinum brýtur þú Tarsisknurru. Og örugglega á þeim tíma Tarsisknurru voru stærstu skiparnir eða bátar sem voru með mjög mikið af frakt, kannski mjög mikið af efnum eða svoleiðis, og þeir voru svo stórir og það stendur að með vind sem að Guð sendi myndi hann brjóta þessi bátar. Og þetta var til þess að gefa meiri ljós á vald sem að Guð hefur. Og þar stendur á vers 9, eins og við höfum heyrt, svo höfum við séð í borg drottins, hersveitanna, í borg vors Guðs, Guð lætur hann að standa að eilífu. Og dyr sé Guði. Guð mun styðja kirkjan sín að eilífu. Og þess vegna getum við ekki farið. Við getum ekki farið út úr þessum hóp. Að því að þessi kirkja stendur þar er sem hópur. Við erum sem lítill hópur og þar erum við öll lömbin hans Guðs, og það segir Guð að við séum. Og hann er okkar leiðtogi, hann leiðir okkur, og þess vegna þurfum við alltaf að vera að taka á höndi Guðs, og við þurfum alltaf að vera með Guð í hjartað okkar og vera með honum. Við getum ekki farið frá Guði, að því við viljum ná eilífa lífið og við viljum vera kirkja Jesús Krist. Við viljum vera þennan fullkomna kirkja sem hann nefnir hér í Biblíuna, og við viljum vera hans kirkja. Og hann segir að þessi kirkja mun vera stöðug að eilífu, og þess vegna viljum við þakka Guði fyrir allar þessar blessanir. Við viljum þakka Guði fyrir að hafa gefið okkur sitt orð til þess að læra, fyrir að hafa kallað okkur, og hann er núna að styðja okkur stórkostlega. Hann er að bjarga okkur, hann er að vernda okkur, hann er að blessa okkur, hann gefur okkur loforð og hann stendur við það. Og ég er mjög stolt að eiga valdamikill Guð sem það er stolt að vera hluta þessum söfnuði. Og í vers 9 stendur, eða vers 10, Guð vér ígrundum elsku þinna inn í musteri þínu. Og haldið áfram með 11. Eins og nafn þitt, Guð, svo hljómi lofgjörð þín til endimarka jarðar. Hægri hönd þín er full réttlætis. Þannig að hægri hönd þín er full réttlætis. Hægri hönd Guðs er full réttlætis. Ást, kærleika, miskunn, fyrirgefningar. Og þökk sé Guði. Þökk sé Guði að við séum hér að þekkja hans vegur, hans fallegar vegur sem eru stórkostleg. Og á næsta vers, Sjónfjall gleðs,
kirkjan Guðs gleðst, Júdadætur fagna vegna dóma þinna. Og Júdadætur kirkjan sjálf, en hér stendur að Sjónfjall gleðst Júdadætur. Þannig að það verið að tala kirkja Guðs, að því að Guð líkamlega hefur valið Jerúsalem sérstaklega til þess að vera hann valda, eða hans kirkja sem hann valdi, og hann valdi þetta fólk, og hann horfði á þau til þess að vera grunninn kirkjarinnar Jesú Krist, að því frá Júda kom Jesú Kristur, og þess vegna stendur að þetta sé grunnurinn, og þökk sé Guði hversu fallegt að tilheyra okkar Guði, hversu fallegt að tilheyra kirkja Guðs, hversu fallegt að vera að við erum Júdadætur í andlegu tákn, við sé Guði, og það stendur hér: Kringið Sjón, gangið umhverfis hana, tellið turna hennar. Þannig að Guð var að lýsa kirkja eins og það er bygging, eins og það er kastali, að því að hann segir tellið turna hennar. Það er fyrir ímyndun að gera, fyrir ímyndun, og í huga Guðs kirkja hans stór bygging, kastali sem byggður af fólki, af kvenmenn og karlmenn sem að gefa hjarta sitt fyrir hann. Dýr sé Guði. Og í vers 14 því megi lesa: Hyggið að múrgerðing hennar, skoðið hallir hennar til þess að þér getið satt komandi kynslóð. Og stendur að slíkur sé drottinn. Þegar stendur að skoðið hallir hennar til þess að þér getið satt komandi kynslóð. Hvað getum við sagt þessa múrgerðing eða hallir til þess að geta satt komandi kynslóðinnar? Að Guð í hans kirkju eða í hans söfnuður, hann reis upp spámenn og postula, prestarnir og kennarar til þess að fullkomna kirkjuna, fyrir Guð að gera sig opinbera með hans andlegu gjöfum, og að heilagur andinn að ríkja yfir í söfnurinn, og hann sá sem að stjórnar, sem að leiðbeinir, sem að leiðir okkur í gegn hans andi, og það það sem að við erum að fara að segja við næstu kynslóðirnar, að við og Guð gerir sig opinbera, og hann hann svolítið að ríkja yfir, og þegar óvinurinn kemur og allar að gera slæma hluti á móti okkur, að þá hjálparinn þar til staðar fyrir okkur, og það það sem að við þurfum að segja við komandi kynslóðir. Kraftaverkir og undranir og táknir sem hann Guð gerir í hans kirkju, í okkar líf, það það sem að við erum að fara að segja við næstu komandi kynslóðir, svo að þau geta líka haldið áfram að leita sömu hlutina og eiga sama hlutina í kirkjan, í þeirra söfnuð, og að þau geta líka sagt næstkomandi kynslóðir og svo framvegis. Dýr sé Guði, að Guð leyfi allar þessar óskir að rætast, og allar þessar hugsanir sem að við erum, að þau rætist, og það stendur hér í 15 að slíkur sé drottinn, Guð vor, aldur og ævi mun hann leiða oss. Hann leiðir okkur þó við deyjum, hann mun leiða okkur að eilífu, og hann til, og það eilífa lífið til, og það til eitthvað eftir dauðinn fyrir þau sem að spyrja. Það eru mjög margir sem að spyrja og segja: og hvað mun gerast eftir dauðinn? Ætli það sé sagt að við erum að fara í nýtt líf, eða það annar heimur, eða hvað ætli sé þar, eða munum við bara hætta að lifa þannig sé. En Guð mun leiða okkur aldur og ævi, og það að því það líf eftir dauða, og það betra fyrir þau sem að hafa lifað með Guði, sem að hafa gert réttu hlutina að labba með Guði. Dýr sé Guði, og við þurfum að halda í hönd Guðs, og við viljum
gefa honum dyrðina og við viljum gefa honum dyrðina fyrir hans miskunn og fyrir allt sem hann gerir og fyrir hans orð og fyrir þennan frábæra lesning. Þökk sé Guði fyrir þetta. Nú ætlum við að syngja annað kór til þess að ljúka þessu dag. Þó að bróðurinn að segja að syngja kór hér. Að syngja kór sem að vera nafni, ég veit að þú ert hér. Þannig að við erum að syngja kór, ég veit að þú ert hér. Okkar Guð. Ok, jæja. Gloria a nuestro Dios. Dyr sé okkar Guð. Takk fyrir, bræður og systur. Og ég held að þið séu líka mjög ánægð eins og ég í dag. Það mín ánægja og gleði. Guð blessi ykkur öll. Guð blessi, takk fyrir.